Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag Unnar Erlingsson. Hann maður sem hefur byggt upp líf sitt og verkefni fyrir austan, nánar tiltekið á Austurlandi, með forvitni, trú og mikill seglu. Við ætlum að ræða við hann búferlaflutninga austur, upphafið að Austurneti og hvernig lífið breytist þegar erfiðir kaflar stíga inn í tilveruna. Þessi þáttur örlítið lengri en vanalega, en sum samtöl þurfa einfallega aðeins meiri rými og fá að vera lengri. Heill og sællinn og velkomin. Já, kæra þakkir. Gaman að fá þig loksins upp á Unalæk. Yndislegt að koma í sveitin aftur. Nei, það ekki. Þú var nú sögu hérna af Völlunum, það ekki? Herðu, jú. Hingað flutti ég fyrst þegar ég kom austur á Eyjólfsstaði á Völlum. Já, þú bjóst þar fyrst. Næsti bær. Já. Bjökum þar fyrstu 7 árin frá 2005. Þannig að ég orðið, já, þetta bara orðið 20 ára sagan og ég ræði. Það eitthvað við það þegar fólk, náttúrulega nú voru báðir aðfluttir. Jú. Og það eitthvað við það þegar við komum hingað í þennan fjórðung, við allan Egilsstaði, svona við það flesta sem við tala við, að við ekkert mikið að flýta okkur tilbaka. Nei, þetta var nú eiginlega bara eitthvað svona ævintýri sem að ég vissi svo sem ekkert hvað þið langt eða hvernig þið við hérna, þannig að þetta búið að vera betra heldur en maður kannski átti vona. Já. Og ég og bara svona klísjukendu hérna veður unni söguna því þegar maður kom hérna fyrst, bara maður hafði aldrei upplifað svona sumar. Einmitt að vera bara á stuttinum ból og stuttbuxum bara í heila viku án þess að hugsa eitthvað meira og eitthvað svona þetta sem maður hafði bara aldrei upplifað náttúrulega fyrir sinna. Nákvæmlega. En til að byrja þetta að sjá okkur, þannig langum að byrja þig að spyrja þig. Þú hefur hjálpað mörgum að byrja verkefni, hvað sem sé rekstri eða annars slíkt. Mér langar að spyrja hvenær áttaður fyrst að því var skemmtilegast að vera einhvers konar startvél fyrir hugmyndir? Ég held að það hafi bara alltaf verið í mér. Mm-hmm. Ég veit ekki, en ég uppgötaði þetta náttúrulega hér fyrir austan þegar við byrjuðum með Austurnet. Það var svona dálítið upphafið. Mm-hmm. Við svona þegar við komum bara, við tölum oft það, hugmyndinar eða mikilvægasti tími dagsins, hann við kaffikörnuna, því að þá komum við saman og spjöldluðum alls konar. Mm-hmm. Það þannig að þegar ég flýt hingað þá kem ég svona með svona verkefni upp á vasan og það var nú ekkert internetsambandi hérna í sveitinni þá. Nei. Þannig að ég var nauðbeður til þess að leigja mér aðstöðu upp á hérna semst á Egilsstöðum og var þarna í svona litlum tölvuhópi, nú man ég ekki einu svona hvað það heitir, tölvu. Ertu að tala hérna það sem ég kannski þekki betur sem hugvang? Nei, þetta sem sagt aðeins undan því. Það var sem sagt eitt tölvufyrirtæki hérna sem að Hilmar og Fjölnir áttu, stofnuðu og einhverju fleiri. Já. Sem að héti eitthvað tölvu eitthvað og þar sem sagt fekk ég inni og þeir voru með svona nokkur auðborð og þannig að við vorum hérna nokkur svona ótengd en svona öll bara að vinna svona í því sama eða þannig. Ég reyndar hönnuður á upplæði þannig að ég var nú kannski ekki beint en hef alltaf verið svona tölvukall. Já. Þannig að maður bara small hann inn og kynntist fullt af fólki og þar var svona fyrsta deglan skulum við segja og þar varð upphafið af Austurneti sem við stofnuðum 2007. Það rauninni, já, þannig að þú ert smá nörd inn við beinið svona eins og öll. Já, algjörlega sko. Ég veit svona græjukall, mikið alltaf haft gaman á öllu svona sem að já, bara allir í tækni, öllum græjum, bílakall, alls konar svona. Bara. Þannig ok, en þú kemur og ferð og þetta væntanlega bara það sem að Austurnet starfslið í dag, eða ekki? Eða hvað? Nei, það var nú smá hreyfing á því þarna fyrst. Þetta hérna í Björgunarsveitarhúsinu, hérna upp á... Það með á sig? Já, síðan fórum við niður í Nýjuna, niður í hérna, sem sagt þarna fyrir ofan Salt og þar? Nei, já, það sem Sjóvá í dag. Já, ég skil. Íslandsbanki. Já. Og þaðan fórum við svo yfir í Kaupanginn, það sem að hérna Austurnet ennþá í dag. Já, naglabúðin. Ég lærði það daginn, þetta heitir naglabúðin. Já,
það var einmitt, ég upplýði aldrei naglabúðina, ég bara fekk að heyra þessu. Já. En ég var samt svo heppinn að einhver, það var ábyggilega áður en ég flutti hingað, þá hafði ég eitthvað erindi þarna upp, þannig að ég man eftir gömlu kaupfélagsskrifstofunni. Já. Hvernig það leit út. Já, áhugavert. Já, þannig að ég náði örlítið í hendana þeirri sögu og náttúrulega verið myndir á það svona í gegnum. Jú. Þarna, starfseminna. Það væri ljómandi gaman að sjá myndir af þessu svona ef það eru til einhvers staðar. Já, einmitt, það er nú örglega til, maður þarf bara að finna það, sko. Okay. En hvernig kemur það til að þú, ég reikna með að þú og þín kona hafi flutt austur saman? Jú, við vorum svona nýlega gift og með Eins Árs gamlan son, við vorum rétt að hefja okkar búskap. Já, og hvernig kemur það til að þið komið austur? Herri, það er nú eiginlega trúarsaga, við fundum okkur kölluð að Guði til þess að koma austur og það var nú í sjálfur sér ekkert flókið, við vorum ekki kölluð kannski til ykkur stórkostleira verka, ég bara upplifði þetta eins og Guði hefði sagt um mig nærveru þinnar óskað og við það eiginlega fórum austur. Já, og engin tengsl eða neitt við fjórðungina eða hvað? Sko, þau eru reyndar meiri heldur en maður kannski gerir sér grein fyrir áður, þannig að ég á sem sagt langama mín og langafi eru hérna af svæðinu. Já. Þannig að ég alveg búin að, svona á þessum árum ég búin að tína upp fullt af frændfólki svona í 3. og 4. lið. Já, er það ekki náskilt hvort þið er? Jú, nákvæmlega, mér finnst það, sko. Svo það nefnilega mismunandi eftir fólki, sumir náttúrulega bara þegar maður kynni sér frænda, þá náttúrulega, þú veist, finnst sumum þetta ekki vera neitt frændskapur og öðrum finnst þetta alveg bara. Þetta er eins og allan að þú þekki mitt fólk gífulega vel, sérstaklega föðurfólki mitt. Þar, ég get alveg sagt að sko, svona allavega fram að minni kynslóð, þá er frændræknin alveg gífurleg. Já. Þú veist, ég maður þegar ég var allast upp, sko, það er náttúrulega föðurfólki mitt var og er mikið í Hvítasunnu-kirkjunni á Íslandi, að maður var að hitta fólk, sko, hvað sem var einhvers þar að ferðalega um landið, það var bara í kirkjunni, það var bara, nei, frændi. Og þá leitaði mig til frænkusinnar sem var náttúrulega gangandi sko ættfræðibók eða gangandi íslendingabók og maður bara, heyrðu, hvernig er þessi þarna skildi mér? Og þá kom langa sagan, já, heyrðu, þið eru 4-menningar eða 5-menningar langa með þín og pappi hans og frændi, sonar hans þið eru skild þannig, eða hvernig þessi flækjan var. Akkurat. Þannig að það er gaman allan að, veist, ég skal alveg viðkynna, eftir þessi ár sem ég hef fyrir austan, að þegar maður uppgötar einhverja tengingu við einhvern svona í gegnum fjölskyldu þá þykir mann allan að væntu það. Þegar ég reikna með því að sko rétt eins og í mínu tilfelli þá er ykkar fólk að megnunu til, ég var að segja á Suðvesturhorninu eða annars staðar á landinu. Já, það er bara nákvæmlega svo leið, sko. Ég er fæddur á Selfossi, Alda er fædd í Bolungarvík, en þannig að þú veist, við erum bæði í rauninni alin upp bara í Reykjavík og þannig að fólki okkar náttúrulega vinir og allt þetta, þú veist, skólagangan og allt þetta er náttúrulega bara í Reykjavík. Já, ég veit það. En mér þykir vænt allar svona tengingar. Ég hef myndi verið ófeimin við að tjekka þegar maður fær eitthvað svona hint, sko, þá tjekka maður Íslendingabók. Nei, jú, það býttu nú, já. Þú veist, nú er hún úr Jökuldalnum, já, þá gæti hún verið að hún sé hugsanlega eitthvað tegnir, sko, eitthvað svona. Þannig að þetta er bara krydd í lífi hjá mér. Já, það er gaman að sé. En fyrstu árin hvað þeir eru á Eyjólfsstöðum, hvað er að gera þar? Herra, það er sem sagt smá saga af Eyjólfsstöðum, það er sem sagt kirkju eða jörði eigu fríkirkju í Reykjavík sem áður ungfólk með hlutverk og heitir núna Íslenska Kirkjan og það er söfnuðu sem við tilheyrum í Reykjavík, þannig að þegar við komum hingað austur og þá bara lá beinast við að biðja húsnæði og af því að það var ekki starfsemi þarna nema bara á sumrin og það var auðsótt. Ég var ekki með neinar einhverjar hugmyndur að fara í eitthvað kirkjustarfi eða svoleiðis. Öðruvísi heldur bara ég hefði svona sem hvað maður segja, kirkjurækin maður. Jú. Bara kíkt á sunnudöfum og tekið þátt. Já. En síðan náttúrulega þegar við vorum komin og kynnust fleira fólki sem að svona hvað maður segja, hafði áhuga eða var trúað og þá fór maður bara einhvern veginn úrvarð bara nokkuð stórt samfélag, við vorum að byggla 20-30 mann sem að hittumst á hverjum sunnudegi í nokkur ár. Það er magnað. Og svo náttúrulega, er þessu óper enn að hittast í dag eða leiði þetta svona hálfbart undir lok? Þetta er eiginlega, sko, það er nú dálítið sagan finnst mér af héraði, svona sem aðkomumaðurinn sem ég er. Jú.
Ég kynnist mjög mikið af fólki, en langmest af fólkinu sem maður kynntist var aðkomufólk. Sko, það var svona dálítið eins og það var aðeins lengri leiðin í hjarta hinna. Já, sko ég hef alveg heyrt þetta líka og þetta ekkert til þess að blammera ef að segja orginala eins og að tala eða innfætta. Bara alls ekki. En náttúrulega sko ég fekk útskýringu af hverju heimamenn eru svona rægir við að kynnast þeir sem flytja inn á svæðið og ein útskýring sem ég hef heyrt á mínum árum hér að það eru svo margir sem koma, stoppa stutt við, þannig að ef þú ert búin að vera lengur en 5 ár, var nú ein staðhæfingi sem ég heyrði, þá fólk tilbúins að gefa sig að tali og kynnast þig kannski nánar. Þú veist, ef þið ekki sama vinnustað að þín líkt, sko. Ég náttúrulega efast að þetta sé svona mekaníst. Þetta ekki eitthvað sem með glósubókin á tilráði. Og nú ég þannig bara gerður og við hjónin bæði, við erum mjög svona outgoing og mjög öll með að kynnast fólki. En það var alveg, þú veist, við fyndum alveg mun, þú veist, og þegar við svo endanum flytjum, sem sagt, kaupum hús á Egilsstöðum, að þá upplifum við svona dálítið eins og það hefði eitthvað breyst. Þú veist, það var einhvern veginn auðveldara aðgengi sem maður fann bara. Og svo náttúrulega þið eru með einsáskamnan dreng þegar þið komið og á þessu tíma væntanlega hann að byrja að taka þátt í íþróttum eða svona í það. Já, það tók náttúrulega nokkur ár. Hann byrjaði, ég man ekki, 5 ára eða eitthvað í fótboltanum og svona og náttúrulega var bara leikskóla fyrst og eitthvað svona. Þannig að þú veist, auðvitað ég veit að þetta ekki svona klift og skorið, alls ekki. En ég svona að generala. Maður svona sér alveg að þetta var munur og maður kynntist mjög mikið fólki og ég tek bara undir þetta með, einmitt eins og þú segir, fólk mikið af fólki sem að gera inn í gegn, að það tvennt sem ég hef svona bara alveg fyrir mér í því, að fyrsta lagi þá var mjög vel staðað því þegar við komum þá vorum við boðin velkomin inn í sveitarfélagið með svona bara með smá viðburði. Og það sem að bæjarstjórinn, hann Eiríkur, bauð okkur velkomin og það var eitthvað starfs- og sveitarfélagsins sem að sagði okkur svona frá sveitarfélaginu og það mjög minnistætt að Eiríkur sagði að það væri svona það byrja 10% velta á Egilsstöðum, þannig að bara 10% af fólki kæmi og 10% færi á hverju ári, þannig að það væri svona mjög mikið gegnumstreymi sem náttúrulega mörguleiti mikið heilbrigðismerki en að samanskapi áskorun fyrir þá sem að eru inn í þessari og svo hitt eins og ég nefndi, þetta var 20-30 manna hópur sem að við höfum svona sem var meira og minna allt saman aðflutt fólk. Já, sem voru að hitta ykkur þá sem var svona hitt okkur á sunnudöð, sem var svona hluti okkar svona kirkjustarfi eða svona þessu samfélagi okkar að það bara, þú veist, við sáum alveg hvað var mikið gegnumstreymi þar og árið 2011 held ég sé örglega að segja það þá voru held ég 7 fjölskyldur sem að fluttu sama árið. Bara úr samfélaginu okkar, þannig að það eiginlega hvarf á einu ári. Það magna. Og svo það kannski vonandi tilvíðun en að sama ára þá veikist Alda út af miklu sem að kemur upp inn í íbúðarhúsinu á Torfunni. Já, hann á Eyvindur á. Nei, Eyjólfsstöðum ekki Eyvindur á. Sem að verður svo eiginlega svona uppafið af vesunum okkar og ástæðum fyrir því að við endum á Egilsstöðum. Þannig að við bara, það var nokkur ára bara að við bara finna út úr erfiðum veikindum og því sem að þessu vildi. Ég man til þess ekki endilega vel maður kafa eitthvað djúpt í það en ég man eftir að hafa hvort það var viðtalega, hvort þú sagði mér bara sjálfur að þú varst náttúrulega eitthvað að vesnast innfrá á Egilsstöðum að þegar þú komst heim þá voru veikindi hjá öldu konunni það mikilvægt þú þurftir að fóst inn í skúrin, fötin beint í þvottavél, beint í sturtu, áður og sagðir hæ. Já, það var alveg þannig. Við höfum fengið svona, hvað maður segja, ég veit ekki, við segja viðurkenningu fyrir hvað við tókum íkt á þessu. Sem sagt, þannig að við einangruðum í rauninni alveg öldu. Við bara hún mátti bara við svo óbóðslega litlu þetta var svo svæsið enginn en hennar og það var sem þannig að við flýtum inn á Egilsstaði fáum leiða íbúð þar sem að og ég var ennþá að sækja sinna Egilsstöðum þar hann var náttúrulega ferðaþjónusta í gangi og fleira sem að ég hafði bara minni könnu samlega öllu hinu og það var sem sagt þannig að þegar ég fór inn eftir hvort sem ég fór inn í Miklaðahúsið eða ekki að þá skipti ég algjörlega föt áður og eftir
að ég fór inn og út úr íbúðinni sem við byggum í á Egilsstöðum vegna þess að við komum staði strax að þegar ég gerði ekki þá bara blossuðu upp enginn og það, sko, þetta nú svo merkilegt þetta var náttúrulega bara hvað við kalla, veikindi kakvart miklu nú náttúrulega þekki ég bara til bara minni í fjölskyldu það sem að hefur orðið svona veikind fyrir miklu og það sem ég þykir svo áhugavert svona þvert yfir skalann hversu margir verða svona ofsanæmir. Já, það verður bara að fylgja þessu, sko. Já, það eru eftirköstin sem við eftir þetta fólk að eiga við bara út sína lífstíð. Ég geti verið, sko. Það er svona miðað þá sem maður þekkir sjálfur. En sem það er náttúrulega auglýsingastofan þú rakst auglýsingastofan Augasteinar. Kemur hún í rauninni beinu framhaldi þegar þið flétið eða hvena byrjar það verkefni? Já, sko ég það er kannski svona hluti af minni frumkvöla sögu. Þegar ég kem austur, þá gekk ég var í góðri vinnu á Heildsölu í Reykjavík, var svona með lítið hönnunarstúdíó og ég má eiginlega segja að við reykjum litla auglýsingastofu, svona innanhús þar. Já. Og þegar ég segi upp störfum og tilkynna þetta, ég segi að fara að flytja austur, að þá er ég eiginlega beðin að taka bara hluta verkefnunum með mér. Já, ok. Og það var þetta er náttúrulega bara á árum þar sem að fjarvinna var svo sem ekki eitthvað sem að var talað og því síður í þessu. Ég var það nokkuð bara hugtak sem til var. Ég bara manna ekki, sko. Eins og segi, þetta var bara eitthvað svona sem að bara, já, mér fannst bara ekkert mál. Já. Svo reynda var náttúrulega fyrsta hraðaendurinn að það var ekki netsamband, en það var bara leystu öll svona verkefni. Þannig að það má segja, sko, ég sem sagt, Augasteinarnir verða til bara nokkrum mánuðum áður en þessi hugmynd kemur að flytja hingað austur. Og það var, sem sagt, þetta var ljósmyndastúdíói sem ég stofnaði með vinum mínum í Reykjavík og hugmyndi mín var að einbytta okkur að barnamyndatöku. Já. Og Augasteinarnir áttu að vera sem sagt Augasteinarnir okkar. Jú. Nú loksins skilum það nafn. Já. Og síðan bara að því að svo var þetta náttúrulega, var lítið úr þessu vegna þess að ég náttúrulega bara flutti allt inn frá verkefninu og skildi Egil bara eftir meðtekun inn í fanginu og síðan bara lognaðist þetta út af svona hægt og rólega. Og þarna var kennitala sem ég rauninni sem sagt svo notaði til þess að stofna mína eigin auglýsingastofu til þess að taka við þessum verkefnum sem ég hafði unni við hjá Heildsölunni í Reykjavík. Og þannig byrja ég eiginlega kem bara með nokkur verkefni svona í bakbókanum, fartöluna og þannig að ég bara byrja á þessu. Það er svona, síðan eftir að náttúrulega, hvað maður segja, svona var til kirkjustarf, svona eiginlega bara alveg aukrættis og ég var ekki, það var aldrei ætlunin að taka við gistuhúsinu sem að náttúrulega hjálpstæðir einhver á sumrin en síðan bara einhvern veginn gerðist það bara svona, það var einhvern veginn enginn að fara að gera það annar og þetta bara einhvern veginn svona bættist á og alltaf á góð í eldhúsinu og ég var ágættur að þú varst á staðnum eða þið voru á staðnum og já, einmitt og við byggum þarna og þetta var bara eitthvað svona sem að bara gerði bara samlega öllu hinu sem er náttúrulega bara asnalegt að segja frá í dag að því að það náttúrulega virkar ekki svoleiðis lífið en á þessum tíma þótti manni það bara þetta reddaðist og þá bara gerði maður það og það var bara skemmtilegt svo náttúrulega var maður eitthvað aðeins í skórækt og eitthvað svona örlítið þarna í kring svo já, það er nú einmitt svo kannski úr og grúur öllu í tíma hafa nú gert veiðifélag hérna Grímsána og þá fór maður allt í að hugsa seiðasleppingar og stofna veiðifélag og þannig að maður bara einhvern veginn óði allt eins og bara fólk gerir á þessu sæði held ég. Það er sko, náttúrulega maður ber saman þessu tvo heima, þú veist, höfuðborgarsvæðið, þessu vesturhornið, á móti bara samfélaginu sem við báðum þekkjum hér. Ef það eru verkefni sem þarf að fara í, þá bara fer fólk almennt í það. Og þetta er eins og hefur nú bara orðið svona nokkuð góð lína í þessari þáttaröð að við söfnum flíspeyssum. Og hérna kosið þessi björgunarsveit eða veiðifræðingurinn eða í öðru sjálfboðaliðastarfi, þannig að mér finnst það þú veist, það er bara við hjónin, við þekkjum þetta alveg, það er bara komið verkefni, það réttir svo núna, við erum í þessum tökum, þá allt hringti síman á þann og þá er kvikmyndaverkefni núna í gangi hérna upp í Jökuldal og þá voru við beðum að koma bjargamálum og við bara, já, við rettum þessu. Þannig að hún er núna farin að sinna því líka. Þannig að þú ert, en það er tvennt sem ég langar að spyrja.
Í fyrsta lagi agalega forvitinn, hvaða heildsölu varst að vinna hjá? Hún heitir Íslenska-ameríska, eða hét. Já, og heitir henn. Já, Ísam. Ísam. Ekki, það ekki. Ok, og svo og þá er það hitt sem var þessi fyrstu verkefni, þetta var þá bara, þú varst á með einhver grunn til þess að, ég var að segja, bara vera með einhverja trygga tekjur. Já, það má eiginlega segja það, sko. Einmitt, og þetta, það nú kannski svona hluti kannski meira á svona trúasögunni, að því að maður var, einhver hluta vegna hafði ég bara engar áhyggjur af neinu, sko. Við bara vorum köllu og þá bara setti maður bara dótið í bílinn og keyrði það stað. Ég var ekki búin að ráða mig í vinnu eða neitt, sko. Þetta með þessi verkefni, það eiginlega kemur svona dálítið bara korter í brottur. Þar sem að þessi hugmynd kom upp. Og ég var einhvern veginn ekki búin að pæla einu í þessu, svo allt í hennu var ég komið með einmitt, bara svona einhverja smá botn, einhverja smá tryggingu til þess að, og síðan þegar maður gekk inn í samfélagið þá, þú veist, það var nóg að gera, sko. Það var að vísa ekkert auðvelt kannski endilega búið til tekjur. Nei. Ég held að það sé náttúrulega alltaf það sem er erfitt, svona almennt. Jú. Það var bara ótrúlega skemmtilegu tími, svona, en það er náttúrulega, þú veist, maður það náttúrulega að minna sig á það. Þetta er 2005 sem við flytjum. Hér er náttúrulega rosalegur uppgangur. Það er náttúrulega bara byggja hérna stíplu og álver og hvaðina. Já. Og maður einmitt flög hérna á milli með hérna, ekki flugfélag Íslands, hvað heit nú, þetta er Íslandsflug, hérna heit flugfélagi sem maður borgaði sko 3.990 held ég fyrir flugfærið eða hvað það var, sko, þetta var hlægilegt. Því það var samkeppni? Já, og það var ekkert mála að hérna, ég held að fyrstu árin, sko, svona 2-3 árin að þá fórum við að byggla þetta Reykjavíkur að meðaltali, já, nánast mánaðilega, sko. Ef það var ekki með flugin og þá var það, fór mig, sko, ég fór alltaf með flugið ef það var einn, keyrði nú yfirleitt ef það voru fleiri, en manni þótt þetta ekkert mála, bruna í bæina og bara eins og maður bara notaði tíma vel í bílnum að hlusta góða tónlist eða eitthvað. Og ég skal alveg taka undir eins og sérstaklega aksturinn, sko, fyrstu ári mín þegar ég var að vinna í heildsölu hjá Ölgerðinni, hérna í den tíð. Þá var maður að fara kannski svona 6-7 sinnum ári í vinnuferði suður. Já. Oftast þar keyrði maður bara og þetta var ekkert mál. Ég skal viðurkenna í dag og setja þetta aðeins meira fyrir mér. En maður fer og það er ekkert vandamál. Nei. En ok, en þú opnar þá allan á Augasteina þessu auglýsingastofu þá hérna upp á fyrstugsstofunni áður að fara á reyting. Já, ég segi í rauninni, þú veist, ég var í rauninni aldrei með skrifstofu, sko. Ég hugsaði bara alltaf, þetta var bara í bakbókunum. Það bara skipti eiginlega ekki máli hvað ég settist niður og það var bara auglýsingastofa mín opin, sko, eða ég í vinnunni. Ég var alltaf að gera eitthvað. Og það er náttúrulega bara einmitt, það er svona kannski, ég veit ekki hvað það ákvað við grafíker eða þú veist, eitthvað svona sem að hönnu eða þá sem eru svona kreatífir. Það bara, þú veist, það er umhverju kallar alltaf á mann, maður er alltaf að búa eitthvað til, maður er alltaf að fá einhverju hugmyndir og svo sest maður niður með einhverju fólki sem er með hugmyndir ég veit ekki, bara eitthvað verkefni og þá náttúrulega, já, þarf ekki logo og þarf ekki heimasíðu og þarf ekki allt þetta og þetta bara, maður er bara alltaf að hugsa eitthvað sem er í gangi. Þannig að hugurinn er að ferða svona 3000 fet á sekundu? Já, hann hefur alltaf gert það, sko. Já, það er bara, ég þekki lífið ekki öðruvísi, sko. En nú langar mig kannski aðeins að einbæta mig frekar af frumkvæla umhverjum og við tölum að þú hefur tekið þátt í alls konar verkefnum, bæði litlum sem stórum og það er kannski best að spyrja bara þegar þú kemur og ert búin að finna borð til þess að opna auglýsingastofuna úr bakbókunum, hvernig var frumkvæla umhverju hér? Já, sko, einmitt vil alls ekki reyta það eitthvað svona pluss eða mínus í ákveðnu skala, en það var bara, ég myndi segja að það væri bara lítið almennt, en að samanskapi, það er bara fullt af fólki, af því að hér er bara umhverfið það sem fólk gerir bara það sem það þarf, eins og vorum að tala um aðan. Bara það er eitthvað sem það þarf að leysa og þá bara göngum við í það verkefni. En hér var mjög einhæft atvinnu umhverfi, getum við sagt. Ég man ekki, eitthvað staðar heyrði ég bara 60% fólk, vinnandi fólki væri að vinna fyrir sveitarfélagið, þú veist, það er náttúrulega langstæstu vinnustæðarnir eru skólarnir hérna og síðan eru verktakar og eitthvað svona, það eru lítið af stórum fyrirtækjum og það er svona, og það reyndar á þessum tíma, það eru komið inn á nokkuð verkfræðistofur eitthvað svona sem var kannski náttúrulega alveg ótrúlega mikið mikilvægt. En
svona almennt þá fannst mér þetta bara náttúrulega einhæft og það var til dæmis engin grafiskur hönnur, það var kannski einhver sem vann í héraðsbrent eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, það var engin að vinna við þetta hér, það var einhver stofur hér eða eitthvað svoleiðis og það var samu tölvugeran, það var þetta eina tölvufyrirtæki og sem var náttúrulega bara eitthvað algjört frumkvöðla og frábært, og það var náttúrulega keypt upp fljótlega í þessu ferli, ég man ekki hvaða ár, en þú veist, hvort það var ekki Origo eða IBM eða hvað það hét þá sko, sem að keypti þetta og það kannski það sem við höfum svona tóltið upplegað hérna á Austurlandi, þetta svona það sem við tölum svona útibúa samfélag, þetta eru litla skrifstofu frá okkur stærri fyrirtækjum, það lítið, en svo þessi gróska, það alltaf mikið af fólki sem að hugsa í lausnum að reyna að búa eitthvað til. Ég heyrði slengt fram hérna fyrir nokkrum árum, það náttúrulega, nú eru kannski tala svolítið líka tíman, en svo kallaða góðæristíma sem var landinu. Náttúrulega ég alls ekki hér á svæðinu á þessum tíma, þannig að það kannski 2 staðhæfingar. Svo fyrir það náttúrulega góðar en náðurinn aldrei hingað, ekki eins og fólk talar að Suðvesturhorninu. Náttúrulega það var vissulega uppgangur og verið að byggja stíflu og sem hafði náttúrulega afleitt áhrif á ákveðna geira, en svo varðandi frumkvöðlana þá var einn fræðingur sem vildi meina það að við mannskepnan við förum ekkert í frumkvöðlastarfsemi fyrir en það kom einhver áföll til að mynda eins og fjármálahrunið 2008 og fólk missi vinnu eða það verður bara niðurskurður og það þarf að herða sultarólina og þá förum við mannfólkið aðeins og hugsa, það var nú gaman að gera þetta og förum í einhver verkefni sem mögulega geta gefið af sig meir en einhvern sprota og sko það sem ég spökulegra eins og út af því þú ert tengdur til að mynda eins og Austurfrétt, það var útgáfan bókstafur Austurnet til að dæma fara þessi verkefni á stað eftir hrun eða þetta á góðæris árunum eða? Það enda bæði, það og það, ég segi sko, þetta gerist í ykkur svona grósku, þetta gerist í umhverfi sem við búum okkur til. Þetta gerist þegar að svona like-minded fólk hittist og langar að íta ykkur að stað. Ég man, þegar vorum með skrifstofu í hliðin á Kleininni, þar sem að Þróunarfélag Austurlands var til húsa. Því að það var aðsettur frumkvöðlana, það að fara í Þróunarfélagi. Svo kynnist ég nú Halla þar sem var það framkvæmdastjóri eða fór fyrir því og maður svona, hvað það sem að þeir verulega gerið og hvernig fólk til þess að koma hlutum á stað og svona, að það var eiginlega svona niðursóðin útgáfa því var svona tóltið að við aðstöðum í rauninni fólk bara til þess að gera sér grein fyrir stærð verkefnisins, búa til viðskiptaáætlun sem leggur svo grunna því að mögulega eitthvað gæti orðið til. Og gott og vel, ég held að það sé bara svona mjög lógist allt saman, en svona vangaveltnum mínar og okkar sem að þarna vorum farnir að hópa saman í þessu sem við kölluðum Austurnet og kannski ástæðan fyrir því að Austurnet var að við vildum búa til að því að ég man nú ekki hvað við kölluðum Austurnet fyrst, hvort það var ekki bara frumkvöðla setur eða eitthvað svoleiðis. Það ekki hugangur eða hvað? Kom það síðar eða? Já, það byrjar þegar fyrir ofan hvað við að kalla húsið, það sem að Róan tölvulistan á póstinn. Já, akkurat. Já, allavega það við erum ennþá fyrir ofan Íslandsbanka og þar þegar þessar og einmitt 2008 þegar ræðin þá sátum við allir þar saman í kringum tölvuskjá og horfðum á ræðina. Þannig að það alveg komnir svona hvað maður að segja, það eru komnir svona sprotar alveg, við erum farnir að hugsa alveg rosalega margt og við erum farnir að Austurnetu komið að staði, fengum styrk meðal annars fyrir verkefni sem við kölluðum kúluverkefni og það var svona kaldhæðnishúmor í því vegna þess að það var svo mikið að kúlulánum tekin og kúlunar okkar voru svona dálítið lán en í staðin fyrir að peningar fylgdu kúlunum okkar þá var það í rauninni bara hugvit eða tími. Þannig að bara fólk gat sett saman, tekið saman lán í hvort öðru til þess að búa eitthvað til og á þessum tíma, ég held einmitt að það hefði verið 2008, þá það var nú einmitt þegar strákarnir okkar unnu silfrið þarna var það ekki Ólympíuleikunum í Seúl
Ég var það ekki, það hefði verið 2007-2008. Það er 2008 held ég. Þá er hérna stuðningsmann og söngurinn, sko, gerum okkar besta. Já. Og við gerðum það svona dálítið að mottóun okkar. Þú veist að þetta væri semst í staðin fyrir að kaupa eitthvað, þá ætlum við að leggja það sem við erum best í inn í kúluna og ef allir gera sitt besta, eru semst að einbeita sér að því sem að þeir gera vel, að þá verði útkoman eitthvað sem að sem að skilur eitthvað eftir sér. Sko, og í andstöðu fyrir, svo í staðin fyrir að kannski ég er hönnuðurinn, ég er góður í að búa til eitthvað grafík, en ég er kannski ekki góður í bókhaldi, ég er kannski ekki maðurinn sem á að læra að búa til viðskiptaáætlun eða þú veist, eða fara svo að tala við hérna bankastjóran og ráða kannski eitthvað fólk og fá okkur lán, þú veist, það er allt annað skilsett, það er allt annað, þannig að hugmyndin okkar var svona dálítið að reyna að fá fólk saman til þess að fylla í allar eðunar sem að verkefni þitt þarf á að halda til þess að verða komast á koppin og verða ná okkur árangri. Það er nú gaman mér finnst gaman að minnist á kúluverkefnin vegna þess að náttúrulega sameiginlegi vinnur okkar eins og Garðavalur hjá Austurnetti og Siggi Berens. Akkurat. Þar er nú verkefni sem ég var nú dregin í það en hef aldrei gert neitt í því. Það er mitt kúluverkefni sem ég kalla hlunnindi.is. Einmitt. Og það sko eins og ég veit að þetta er hugafóstur hans Sigga. En minnir að þetta hafi verið útskriftaverkefni eða eitthvað svoleiðis hjá þeim. Já. Getur það ekki verið? Eða hvort það var einhver annar sem var með þetta sem útskriftaverkefni og þeir tóku við því? Já, ég held að það sé frekar eftir. Það var einhver, ég far ekki með náttmáli, það var einhver sem var útskrifast á Norrfirði. Í Neskaupstað. Já, akkurat. Og þetta enda svo borðinu á þeim. Já. Og náttúrulega Siggi vinur okkar er mikill veiðmaður. Heldur betur. Og nokkur aðri sem er á sér hæð í dag. Og að taka þetta og búa til umgjörð fyrir landeigendur sem vilja bjóða veiðmönnum að koma á jörðinu sína en ekki vera með opið fyrir alla. Og fá þá einhverja prósentir að fá hlunnindi af jörðinu sinni. Og þetta er verkefni sem bara er nú að keyra sig bara sjálft ár eftir ár og bara dæmi hugmynd sem var hreint á stað og skapar tekjur svona, við erum ekki að tala um einhverja marga milljónir, en þetta skapar allan tekjur fyrir aukaverkefni og gera okkur sem skemmtilegt. Algjörlega. En það er eins og náttúrulega eins og ég myndist á, þú kemur að þessum 3 fyrirtækjum. Er einhver fleiri verkefni sem við vitum ekki sem þú hefur svona hjálpað að ýta úr vör? Já, ég hefði nú átt að skrifa þetta niður bara svona áður en ég kom. Þetta var alveg heill hellingur, sko. Ég man ekki einhvern tímann hvort að þetta voru 10-15 fyrirtæki sem að hérna voru til svona sem að ég hafði aðkomu á einhverju leiti og koma að stofnun margra þeirra. Og þetta var nú við stofnuðum nú kortaræktarfélag meðal annars og innflutningsfyrirtæki sem að byrjaði að flytja kínverska farsíma þegar að snjallsímanir voru að byrja, sko. Og síðan Austurfrétt, það er nú kannski svona eitt af því sem ég er hvað stoltastur af og einmitt Austurnet, eða sem sagt, það sem að út úr Austurnetti var til eitthvað sem við kallum AN-lausnir. Já. Það var sem sagt að AN stóð náttúrulega bara fyrir Austurnet og síðan vorum við með svona, við byggum til svona nokkrar kúlur sem það var svona tölvufyrirtæki, það var hugbúnaði fyrirtæki, þannig að þetta voru svona tölvu tengt allt saman, en átt að vera svona einmitt þar sem við getum fengið fólk sem hefði sérstakann á tölvuviðgerðum eða sérstakann á forritun eða sérstakann á einhver sem tengdist tölvu, reyna að búa til svona samfélag það sem allir væri að gera eitthvað. Og einmitt þú nefndi nú Sigga og Garðar, þeir voru svona dálítið lykilmenni því og Elli. Þannig að það voru 3 strákar sem voru að læra tölvunafræði á þessum tíma og við vélum það inn. Og þegar ég segi við, þannig kannski ágætt að nefna það Tjörfi Hrafnkels en nú var svona hvað maður segja, svona minn besti vinnur í þessu og hann var þá að vinna á fyrirtæki sem heitir Huguraks eða Jett og síðan var stækkaði nú hvort það var, já það voru fleiri, við vorum 10 sem sagt samtalsanna sem að stofnuðum Austurnet 1. nóvember 2007. Já, sem þá er raun og veru til þess að við séum ekki að rugla hlustendur, þá er það væntanlega Austurnet 1.0. Já, það er semst Austurnet, það er semst þetta sem við kölluðum frumkvöldsetur, ef við mann rétt, það er nú bara... Man búið að snjóa aðeins yfir þetta. Já, einmitt, og sem að svo aftur sem að í rauninni er í dag orðið það
það sem uppalega var aðeins lausnir varð eiginlega aftur Austurnet, þannig að tölvu fyrirtækið var í rauninu svona fyrsta stóra kúlan sem að var til út úr Austurnetti, að hún eiginlega er búin að borða hérna upprunnan sinn og er núna og er náttúrulega svona, myndi ég segja sem sagt ásamt Austurfrétt svona hitt, svona krúnutjásni mitt, skulum við segja, að maður er svona stoltastur að hafa komið því á koppin. Það er fyrsta sem sagt bara fyrirtæki á Austurlandi sem sér af sig og er sem sagt engungu forritunar hugbúnaðarhús. En það bara til að klára útskýringar með Austurnet 1.0 og eins og sagði sjálfur, var það ekki hvað 2000 og minna sem 90 var eitthvað 20, ég ætla nú ekki að fullur þessi ártöl, en það er að verða fleiri árum að kæri sig sjálfur. Já, þetta er bara skemmtilegt. Að þeir gátu keypt þessu upprunalega kennitölu aftur og breyttu semast nafninu hérna á það sem hét aðeins lausnir í Austurnet en á ný. Já, það getur bara, eins og ég bara man ekki í söguna, sko. Nú er ég búin að vera eiginlega bara frá í 10 ár, þannig að þetta er allt saman í... En ég get nú huggað með því að við erum vonað að hann Garðavalur kemur henni í stólinn. Hann við skulum vana við að... Já, hann útskýri þetta mun betur. En svo eru önnur verkefni, hérna sem þú komst allan á nálagt og þar er til að mynda langarum nefna Vök Baths. Já, hérna, hvað maður segja, hérna aðkoma mín að því var reyndar mjög laust tengd, en það voru vinir mínir sem að hérna það svona dróðu bara vagninn og ég svona fylgdi bara með og fekk aðeins að hjálpa. Einmitt í bara grafík og eitthvað svona hugmyndavinnu, en hérna það er vissulega eitt af þessum verkefnum sem að voru mikið rædd þarna í þessum svona félagskap. Þá er einmitt hérna Ívar Ingimann sonur minn, þá er hann fluttur hingað og við vorum svona stöðugt að ræða alls konar og hérna einmitt það kannski nú eitt verkefni sem nú ekki fyrirtæki beint, en það er hérna loftbrúin sem var svona hérna hugmynd sem var dálítið til við eldhúsborðið og okkur. Já, byrjaði það svona nokkur á ykkar könnu eða? Já, náttúrulega ekki eins og það lítur út í dag, en hérna það byrjar eiginlega bara sem hérna frustrasjón ótrúlega dýrt innanlandsflug. Það var nú eiginlega bara þannig sem að það verkefni svona fæðist. Við hérna bara vorum mikið að ræða hvernig við getum lækkað flugfargjöldina. Og það sem maður náttúrulega lá bara svona beina stuði var að herja á þetta eina flugfélag sem enga flug, að það þyrfti nú bara að fara að býta þess skjaldarinnar og gera þetta hagkvæmari kosti, sko. Þannig að hérna svona fyrstu verkefninu okkar hvað það var þar, svo við förum allt í hennu frá Vök. Já, þetta er velkominir inn í annað. Já, að hérna þá hérna stofnaði það einmitt í mann að hérna ég var kom til minn einhvern morgun, herðu, ég lét bara verða það, ég stofnaði hópinn, hérna dýrt innanlandsflug. Þá vorum við eitthvað búin að vera að ræða þetta og hann bara, og við vorum allt í hennu hérna bara admins á okkur hópi á Facebook og þetta var nú kannski ekkert risa stórt á, en hérna allavega svo bara hrúast inn fólkana. En sá hópur stækkaði nú heldur rætt. Já, það var bara orðið mörg þúsund mann, sko, ég man ekki, þetta gerist ótrúlega rætt. Og þá einhvern veginn var þarna eitthvað svona púlja, óanöðröddum og alls konar gagnrýni varðandi þetta og það svona vakt okkur svona dálítið til þess að við fórum að reyna að gera eitthvað með þetta og við fórum að þrýsta bara á alls konar hluti. Ívar er mjög duglegur, eiginlega alveg fáránlega duglegur. Ég talaði við fólk, hann byrjaði strax að skrifa bara ráðamönnum, bara þingmönnum og alls konar fólki og bara hringdi bara í forstjórann hjá flugleiðum og við settum, eða komum að því að hérna eru þau sett svona einhver málþing og alls konar þetta, þannig að þetta komst á hreyfingu og ég man eftir að það var svona vendipunktið alltaf þegar það var hérna einmitt eitthvað svona málþing, það sem að forstjóri flugfélagsins kom, að þá kom hún líka, hún hét Jenny, var það ekki, hún var forstjóri Alko hérna tíma og hún kom á þessa málstöfnu og talaði þarna mjög skörulega hvað mikilvægi þess að þetta er í lagað og þetta komst hérna Austurfrétt, fluttaði þessu fréttir og svona, við notuðum þetta mikið svona inn í hópinn og fórum svona skiptum svona dálítið takt eiginlega í kjölfara þessu. Þetta snerist ekki bara hvort að flugfélagið sem er náttúrulega bara einkarekið fyrirtæki í business, hvort að þeir gætu þetta ekki, heldur meira bara að þetta væri réttlætismál fyrir landsbyggðina.
Já, algjörlega. Að bara hér væri bara stöðut búið að vera að skera niður þjónustu og annað og sem að væri þá í rauninni búið að flytjast í Reykjavíkur og það væri bara réttlætismál og við hefum jafngóðan aðgang að, þú veist, hvað maður segja, þjónustinu okkar, þar sem við byggjum á landinu. Við þekkjum nú báðir bara fólk og þú þekkir það bara sjálfur. Náttúrulega ef við kannski förum þá inn í heilbrigðisþjónustuna. Maður þekkir sko fleiri en tvo sem að þurft að fara suður ef kannski tölum bara á krabbamein. Að eini staðan fyrir þetta fólk þess að fara í meðferð það að fara suður. Og það bara fjárútgjöld í flugi, ekki keirur fyrir og eftir. Og þannig að þetta sko að geta stytt ferðatíman í klukkutíma úr 8 eða 9 klukkustundum í akstri. Þetta rosalega mikilvægt. Og svo náttúrulega út af fyrst við erum inn í loftbrúumræðinni, náttúrulega ég ekki að lasta þeir sem komið þér. Þannig að maður kvartar ekki út af því ekki vill ég fara tilbaka. Þó þetta séu bara 6 leikir eða 3 ferðir fram og tilbaka á ári. Já. En það sem var líka kannski orða svolítið mikið, sérstaklega kannski í öðrum hópum á þessum tíma, var að loftbrúin, hún svona lokaði að mínum á til landsbyggðinu svolítið af í hina áttina. Þannig að sko bara eins og við horfum á aðstæður okkur beggja, við eigum vinu og vandamenn á suðvesturhorninu sem vilja gjarnan koma, en þeirra veruleiki það að horfa á að flug austur á Egilsstaði eða norður á Akureyri, þetta bara einhver 60 skall bara fyrir á mannin, þú veist, allt að 60 skall þannig á þessum tíma sem við lifum á í dag. En lengi var nú gott gera betur. Já, ég meina, þetta var bara eitt svona risastórt skref. Já, algjörlega. Og við kvartum ekki við því. Nei, þetta tók 4 ár og þarna koma náttúrulega fjöldin allur af fólki svo að þessu í rauninni svona með okkur inn í þessa baráttu. Og ég minnir að við stofnuðum hópinn 2016 og þetta sett á 2020 þannig að þetta, og við erum nú oft fengið að heyra það er nú fátt sem að er gerst jafn hrætt í öðnbæri gera hvað svona varðar, þannig að þetta þótti gríðarlega mikill árangur en okkur fannst þetta taka rosalega langt. Í það nú bara þannig. En eigum við kannski að klára vökina svona áður og fyrir með við fyrir aftur á beinbreytina? Vökin náttúrulega klárlega, það er bara svona einhver, það er náttúrulega bara svo gaman að tala vökina því að þetta er svo mikið, hvað maður segja, svona verkefni sem að bara styrkir svo mikið svæði, þetta er bara svona eins og bara perlan í Reykjavík eða eitthvað, þetta er bara svona staðurinn fyrir aðkomu fólk, fyrir túristana og svoleiðis. Og það sem að þeim tókst vel var að fá heimafólkið í lið með sér og með því að selja þessi áskort fyrir heimafólk. Þannig að ég held að allir rosalega jákvætt svona hugafar gagnvart þessu. Já. Við erum stolt af því. Þetta er náttúrulega tengir líka söguna við heitavatni sem er bara algjörlega einmitt eitthvað svona sem að mig langar að halda á lofti þessu unni með hitaveitunni svona reyna að halda þessu við, mér er svo merkilegt að við skulum finna þarna bara einhverja svona gullæð á 1300 metra dýpi undir vatninu miðju sko og þetta skulle bara halda okkur öllum heitum á Austurlandi meira og minna. Já, og það er sko náttúrulega eins og hann við komið á náttúrulega í sjálfur í ferðarþjónustu á sumrin og mér þykir alltaf merkilegt að segja söguna sko þegar heimamenn héldu ég segi þetta áður en við urðum jafn gáfi í dag og því héldu út af því náttúrulega nafni við kemur út af því að það voru alltaf myndast vakir í Urriðavatninu og svona tíma, er það ekki? Jú, það er bara saga Urriðavatnsins eða upphaf hitaveitunar það sem voru vakir á vatninu sem að í rauninni beindu huga fólks að þarna gæti verið heitt vatn undir. Já, ekki Lagarfljótsólmurinn. Nei, það reyndar svo önnur saga sem að erum annað skrímsli sem að lifir í þessu vatni en það er kannski ekki sögustundir það en að sko að vakinar, það er nú kannski líka það er nú þetta með svona frumkvöldstærsina. Þarna eru náttúrulega alveg svona gríðalega öflugir og hvað maður segja, bara klárir gaurar sem að koma saman og ástæðan var svona einmitt aðeins aftar að hitaveitustjórinn sem að hét Guðmundur, kallaði Mummi, hann lét sér einhvern tímann dreyma það að búa til baðströnd
að affallið á hitaveitunni, það var hægt að nýta það til þess að búa til hérna svona lítið baðlón. Já. Og hérna gerði eitthvað hugmynda samkeppnið eitthvað, þannig að það voru til eitthvað gögn, eitthvað teikningar, eitthvað rissur, það sem fólk var búin að sjá fyrir sér, þannig var hægt að setja upp eitthvað svona eins og Bláalóni var inn í gamla dag þegar ég var strákur og læddi mér í Bláalóni þá var hann nokkuð hús var þarna eitthvað kóðaskrifli til að skella sér í skíluna og og þetta var í rauninni upphafið eða þú veist, af þessum hóp þú veist, hann eiginlega tók þessa hugmynd frá Guðmundi hitaveitustjóra og hugsaði, herðu, þetta frábær hugmynd sko. Og þeir fengu semst eitthvað fagfólk til þess að teikna þarna upp baðlón með einhverjum laugum og svoleiðis og mín aðkoma því semst að bara við vorum að hugsa um nafn og svona konsept og vorum að reyna að finna eitthvað svona sem að geti verið aðlaðandi í rauninni fyrir fjárfesta því að við vorum náttúrulega búin að reikna okkur fljótlega það Halli náttúrulega sá viðskipta áætlunina og var búin að telja að þetta myndi kosta einhverja 100 milljóna, ég man nú ekki tölurnar. Enn eitt kúluverkefni. Já, þetta varð í rauninni bara svoleiðis eins og við hugsuðum þetta og hlutverk þeirra þriggja eða okkar fjögurra var svona bara dálítið að fá fjárfesta að borðinu því að það þyrfti að fá okkur til þess og það var eitt af því sem maður lærði bara mikið af. Það er erfitt að fá fjárfestingu á Austurland, það er mjög erfitt að fá fjárfestingu á Hérað. Hér er ekki mikið af peningum og þegar valið að byggja upp segjum hótel í Reykjavík eða við hérna Gullfoss að þá betur yngum mjög að gera það fyrir sömu peninga hérna fyrir austan það sem er þriðjungurinn af ferðamönnunum og hérna bara opið 8 mánuð ári sko. Þannig að þá lærir maður bara á svona alls konar bara lógiska hluti og sér hvað er erfitt að gera hérna góða hluti hérna, það er meira fyrir því að hafa. Það er aðeins meiri brekka. Já, og svo langt mér líka nefna það. Þetta, sko, hugmyndavinnan þeirra, þessara þryggja. Ég held, með fyrirvara, sko, ég held þeir hafa hist vikulega í ykkur 2-3 ár að vinna að þessu verkefni. Áður en að þetta í rauninu svona kemst á koppin. Þannig að bara, þú veist, allt sem þegar maður tala frumkvöla, góð hugmynd, gerist eitthvað, það er náttúrulega óheyrilega mikil vinna á bak við hverju verki sem að aldrei tali fram með að sést hvergi. Nei, það er langur vegur frá því að hugmyndin lendir á augslinni hjá þér og þar til úr komið með eitthvað til að sína og segja frá. Og það, ég held að við tökum alveg báðir undir það. Sem að minni mig svo annað verkefni sem að ég langar kannski að nefna, það er hann Krostal-vinn minn, Kristján Krostal. Kristján okkar. Já, hann er bara að koma þarna og fekk borð á hæðinni hjá okkur, kemur inn í þetta samfélag og þú spurði mér nú hvenær ég uppgötaði svona, hvenær ég það er alveg svona eftirminnilegt samtala því að ég þekkti Kristján ekki neitt. Ég var búin að sjá hann hérna bara á hæðinni sittandi bak við tölvuskjáðan sinn, hann var ekkit rosalega mikið svona eitthvað hvað hann sé, taka utanum okkur hinn að hann að fyrstu dagana og ég settist fyrir fram að Kristján bara á, þú veist, bara ég bara fann það, hann var ekki endilega að gera það sem hann langaði að gera. Hann var bara, þú veist, útskrifaðar úr ykkur tölvunafræði, hafði komið verkefni í gegnum eitthvað fyrirtæki fyrir norðan og var að vinna bara við forritin og þú veist, það var eitthvað annað sem var bara, ég horfði í augun á Kristján og spurði bara hvað er það sem að hjarta þitt langar að gera og þá kom þessi hugmynd að hann langaði að búa til byssuskipti. Já, alveg. Og ég, þú veist, aldrei hefði ég getað látt mig detta það í hug en ég hann er bara sveitastrákur og gaman að veiða og þetta var bara eitthvað sem hann var með svo við bara settust niður og ok, hvað er það sem að þú þarft til þess að láta þann draumar rætast og ég byrjaði eiginlega svona dálítið að ítunum bara í því að hugsa hvað það þyrfti að gerast og það var þarna í kjölfari að þessu engin tímalín og svo sem þetta eru bara einhverjar vikur, mánuði kannski sem að líða hana að við fjármögnum einhverja græju fyrir hann til þess að búa til eitthvað svona skapalón til þess að renni smíða eða skera út eða saga út eða eitthvað hérna byssuskefti og það var frumgerð og þetta er svona dokumentaður myndir að þessu og við stöndum yfir þessu og ég er náttúrulega bara, þú veist, ég kem ekki að þessu sem neitt kunnáttumaður eða, þú veist, sérstakur áhugamaður skotveiði eða byssur en svona meira bara konsept, hvernig látum við eitthvað fæðast og verða til
Síðan líða þarna einhver ár eflaust að við stöndum á stærstu byssusýningu Evrópu í Þýskalandi með í rauninni frumgerð af þessu fullgerða fyrsta byssuskefti. Já, alveg rétt. Ég man eftir sem ekki Krostalstock eða Krostal byssuskefti. Það var ekki Krostal Gunstock. Já, Gunstock segi ég, einmitt. Og og ég man að við töluðum það að þegar að því við fórum raunverulega með frumgerðina, það var bara til eitt stykki af þessu og við vorum búin að vera að vinna þessu, hann var búin að fjárfesta í smíðafesta í CNC-fræsara sem kostaði einhverja milljónir og þú veist, þannig að ég var búin að segja við hann og ég held að þetta stóð alveg til hjá okkur. Ég var aldrei hluthafi beint í þessu verkefni eitthvað slið, heldur bara ég var hvetjarinn á hliðalínu og fylgdi honum eftir og klappstýra, fór með honum þarna út og hjálpaði honum í því sem að ég gat gert, gerði þarna einhverja frumgerða, einhverju logo og eitthvað svona því sem að ég gat gert. Nema hvað við töldum saman, við vorum þarna, ég held að hvort það gerist í Þýskalandi, hreinlega, að við bara settumst niður og bara skrifum niður hvað væri mikil vinna á bak við þetta, að því við bara heldum á raunverulega þú veist, einu útgáfni. Og okkur taldist til að þetta væri 4.000 vinnustundir og 20 miljón króna fjárfesting. Sem að við heldum á þarna úti, sko. Já. Þetta eins og því hlutinu kosta, en en þetta hægt á löngu tíma og þegar allir eru að og þegar að maður drifin að því áhuganum, en svo náttúrulega kemur blákaldur veruleikinn selsta. Þú veist, hvað þarf til? Og þá það maður, í okkar tilfelli voru við náttúrulega bara að læra. Ég meina hvað vitum við byssusmíða gerð eða kostnað, þú veist, hvað þarf þetta að kosta til þess að fólk kaupi þetta eða það séu milliliðir sem að selja þetta fyrir okkur og svo framvegis. Og þetta ekki, ég meina þetta allt sem hann bara þekking og kunnáttu sem ekki endilega kannski býr hérna á Austurlandi. Þannig að þú veist, maður bara rann bara alltaf blind í sjóun með svona það brjóstuð sem maður hafði og ég kannski úr heildsölu og einhver annar úr einhver öðru og maður bara var að reyna að telja sem á krónur og búið til einhverja sölu á allun. Þetta verkefni, þetta fór nú samt, þetta tók nálega ágættir flug. Já, ég meina við seldum þessa frumgerð hreinlega fyrsta skefti okkur úti í Þýskalandi. Já, var það keypt úti? Þetta sko, ég man það að þetta var orðið agalega vinsælt, það margir náttúrulega sko, þegar ég var alveg verið með puttan í þessari skotviði sjálfur. Það var alveg þó nokkuð mikið að mönnum hér á Austurlandi sem voru komnir með skefti frá Kristjáni eða með Krostal Gunstock og ef ég man þetta rétt, nú ætla ég ekkert að fullir það neitt, en þetta leit út fyrir að þetta verkefni væri en lengra en svo bara kom dálítill vágestur í heiminn sem stoppaði þetta svolítið af. Já, ég meina, þú veist, það má örugglega líta á þetta mjög mörgum augum, þetta hefði alltaf getað orðið stórt og það var það við svona bara töluðum alltaf þetta er svona tóltið bara eins og með ef maður gerir ekki neitt, þá gerist ekki neitt og ef maður er með öngulinn úti, þá er alltaf séns á eitthvað bíti á. En á endanum og þá náttúrulega er þetta make or break, ég meina, stundum er það líka bara líkaminn hreinlega sem að hættir að þola álagið eða fjárhagsáhyggjurnar eða hvað það er, því að stundum bara og það þekkjum við mjög vel úr frumkvælabransanum að mikið af fólki það brennur bara upp í báða enda og hættur að geta og þakka bara Guði fyrir að fá okkur vel launa eða sæmilega launaða vinnu sko, frá 9-5 sko, því að hitt er bara ekki lífvænlegt til lengdar. En það er allan sko, eins og ég horfði náttúrulega í þessu frumkvælabröldi sem ég hef sjálfstæði í. Sko, mitt viðmót hefur alltaf verið það í sjálfu sér, ef verkefni gengur upp þá er það frábært. En ef það klikkar, þá bara gerir það. En þá hef ég alltaf hugsað, sko, þegar maður er orðin heldri maður, en maður fær næra að lifa það til lífs, ég vil ekki horfa tilbaka og segja, ef ég hefði farið í þetta verkefni. Veist, þá er maður búin að reyna það, maður lærir reynslunni, og er þá allan, getur sagt að ég gerði allt sem ég langaði að gera. Í stað þess að liði einhver eftirsjá að hafa ekki hlupið á stað. Mér finnst það bara mjög gott hugafar hafa. Ég hef lengi sagt sko að hver misjætt með tilraunir skrefir rétt átt. Algjörlega. Bara að lifa ekki lífið þannig að maður óttist mistök. Mistökin séu alltaf til eitthvað. Og ég hef svona dálítið haft það bara svona fyrir reglu í mínu lífi að taka ekkert að mér sem ég er ekki tilbúin til þess að tapa. Þannig að þú veist eins og bara, segjum bara einfalt verkefni, kemur ykkur og biðum að vinna fyrir sig að ykkur. Að
ég tek það ekki að mér nema ég sé tilbúin til þess að ég raunin að fá ekkert fyrir það, af því að bara það gerist og segjum bara að ég myndi taka að mér eitthvað verkefni fyrir þig og þú myndi svo ekki geta borga mér. Að ef ég ekki búin að gíra mig svona fyrirfram, þá myndi ég aldrei geta fyrirgefið þér, eða þú veist, ég myndi alltaf vera með einhvern kala við þig og við getum allt í henni ekki, og ég hef svona haft svona dálítið þetta mentalitet, sko, eða reynt að segja sjálf með það, að ég vil frekar eiga að vinna heldur peninga, þannig að bara peningarna ekki að skipta máli þegar maður er að vinna fyrir fólk, en vissulega gera það alltaf, en þetta er bara svona maður að reyna að mitigata svona áhættunni. Já, halda væntingavísitölunni í hófi. Það er alltaf svoleiðis, ég meina, og líka kannski verður þetta til þess að maður tekur þá ekki stærri verkefni eða stærri áhættur heldur maður þolir að brjóti á manni, og í mínu tilfelli þá bara hefur þetta verið. En þú náttúrulega hefur líka sko, þú er alveg unni fyrir samfélagið, það er til dæmis að verkefni sem þú verið með puttan í frá því að ég kynnist þér hér, og það er náttúrulega fyrir íþróttafélag okkar Hött á Egilsstöðum, sem er þá útsparkið, blaðið sem fótboltinn gefur út, var ekki árlega? Jú, það er ársrit knattspyrnudeildarinnar. Já. Eða rekstrafélagshattar sem er svona, hvað hann segja, það er svona sérkennitala sem heldur utan rekstur meistaraflokkafélagsins. En jú, ég hef náttúrulega, ég hef verið í stjórn líka í mörg ár í þessu og náttúrulega þegar að strákurinn minn var í þessu þá var maður í einhverjum svona tenglaráðum og hvað þetta heitir. Það er bara, og ég menn eins og með kirkjustarf, maður er ekki, ég hef aldrei verið sá sem að kem bara á og setja og hlusta, sko, ég hef alltaf haft einhver verkefni, ég hef bara mjög erfitt með að setja kjör aldrei. Við þekkjum það báðir að detta þarna inn í það. Og þetta var svona verkefni sem að bara datti kjöldan á mér út af því að Binni sem vann í brennsmiðunni flutti af svæðinu og þetta var bara munaðlaust og Guðmór hringdi í mig og spurði hvort ég geti ekki tekið það mér og það bara gerist þá 0-1 og hefur ekki losnað þetta verkefni síðan? Nei, og meina, sko eftir að ég veikist að þá þykir manni svona vænt að geta gert eitthvað svona, þú veist að því að þetta er svona eitthvað sem maður er að gefa bara hreinlega af sér til eitthvað sem skiptir meira máli eftir maður sjálfur. Já. Þú talar að þú hafi stimplað út úr aðilinu fyrir 10 árum og masta minnast að þú hefði veikst. Náttúrulega varðandi það, þú veist, hvað náttúrulega ég man það tók þig langan tíma, náttúrulega þetta gerist í framhaldi að alda í nær sér eftir sín veikindi, það ekki? Já, það má eiginlega segja það, sko. Við hjónin erum búin að vera veik síðan 2011, en það nánast náðist saman, sko. En ég við flytjum sem sagt, kaupum okkur hús á Egilsstöðum 2012, flytjum inn í ágúst 2012. 2000 og það er sem sagt, þá er Alda bara veik, síðan eignum sér strákan 2013 og svo kemur stelpan síðust núna 2015 og það er eiginlega bara korter í það sem að þegar ég veikist. Það er í júní byrjun, ef ég man þetta rétt, þá bara ég held ég hefði bara fengið slæmaflensu, veikist bara heftalega, verð mjög háan hita og er bara mjög lengi bara í einhverju hitakófi heima, sko, sem verður til þess að ég finnur á heilsugæslu. Þetta var alveg það slæmt að það var hætt að vera sama. Og læknir sem að tekur á móti mér þar, hún eiginlega segir strax sem þú hefur fengið þú ert með einkirningasótt. Og það þýðir sem sagt að ég fæ sem sagt veirusýkingu, vírus sem heitir Epstein-Barr sem veldur þessari einkirningasótt. Og það er bara þekkt, ég meina það er bara slæmveikindi og síðan eru kannski, já hún sagði að þetta er svona 4 til 12 vikur svona sem þú mátt vænta í eftirkost og síðan að þetta bara vera liðin tíð og þannig náttúrulega sem sagt sumarið að koma, það var besti tíminn. Alda var komin á steipirinn, við áttum von á stelpunni í júlí og ég hugsaði bara að þetta verður þá bara rólegt sumar og ekkert meira með það. Síðan bara líða mánuðinir og ég haf góða daga, vissulega, en ég er bara alltaf veikur og bara stöðugt að verða svona eins og ég fái bara flensu bara ítrekkað, bara, þú veist, í hverju mánuði eða jafnvel oftar og ég er alltaf slappur á milli og ég er alltaf rölti niður á skrifstofu og reyna að vinna eitthvað og gera eitthvað og ég man að það var í nóvember
þá var ég eitthvað svo ánægð með mig, ég sat við skrifborð og ég bara eitthvað, ég held ég sé bara að verða góður, núna er ég búin að vinna í heila viku og alveg streitt og mér bara leiði eitthvað eins og þetta væri bara baki, þetta var bara svona, ég var að hjóla í vinnuna þá og það var bara ekkert sem að koma upp og mér fannst þetta bara að vera komið og bara setna sama þann dag þá bara hnígið niður. Já, ok. Þá yfirlið eða? Nei, bara orkulegs, bara algjörlega, ég bara stóð ekki sem sagt undir mér. Og það var eiginlega svona, það var svona moment þar sem að ég mér hugsaði, sko, ok, þetta er líklega eitthvað aðeins meira heldur en ég er tilbúin til þess að viðurkenna. En þá náttúrulega hefst sko því að náttúrulega þarna eru við að deila vinnurými saman. Sko, og þarna eru nýbyrjar að kynnast þér. Já. Og ég skal viðurkenna það að ég man eftir því að þú varst mjög virkur hann í upphafi og náttúrulega kannski aftur úr einu öðru. Ég verði alltaf ævinlega þakklátur fyrir tíma sem áttu saman þá á þessari kaupfélagshæð vegna þess að við áttum, þú hvattir alltaf í það á föstudöfum minni mig að það tóku við 10 kaffið sem var augnablikið að ég kallar þetta þakklæti stund eða ég man rétt. Þess að við hittumst og áttum að segja öll hvað eru þakklátt sem hefur gerst í vikunni. Og þessum tíma var ég náttúrulega að vinna fyrir stórt fyrirtæki í Reykjavík, allir aðrir frumkvöðlar og náttúrulega maður skildi alveg, sko, konceptum eitthvað sens með frumkvöðlunum. En að fara í það, að heyra svo einhvern kall sem vinnur hjá einhver ristur og kompani, já, ég seldi 10 brett á gósi. En sko, litli frumkvöldið mér, hann náttúrulega elskaði þetta augnablik. En úr einu annað en á ný, þegar þetta gerist og þú hverfilega meira frá heldur var, þá byrjaði rosalega leita að finna hvað var í gangi, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég fekk bara nákvæmlega engin svör í kjölfari, sko. Ég man að ég vældi eiginlega út, ég fór til hann hrannarlæknis þarna einhvern tímann þetta leitið í kjölfari af þessu og ég bara, hún var alveg búin að skoða mig, þá var ég búin að fara í alls konar blóðpröfur og eitthvað svona, það bara fannst ekki og ég fór þannig bara og saði henni söguna og bara, það er eitthvað ekki eins og þetta á að vera og ég er bara alltaf veikur og ég er alltaf eitthvað slappur og svona og hún fær fyrir mig innlögst inn á Landspítalann og ég man ekki hvort það var í janúar eða febrúar þá í kjölfarið og þá fer ég bara í 2 vikna innlögn bara það sem ég bara ég bara prófaði öll tækin á Landspítalanum ég var þar bara, fór í allar rannsóknir sem í boði voru ég sagði lengi sko á versta jáundaskannin var ekki komin í gang sko ég hefði helst vilja komast í hann stærsta og dýrasta tækin en ég er rauninni bara sendur heim, þeir finna ekkert að mér og þetta var svona tímabil og ég hélt nú svona heilsu dagbóka þessum tíma þetta voru svona alveg síendurtekin vombrið sem var náttúrulega skrítið að segja frá það því að þeir, það var alveg saman hvað sérfræðingi hitti að það var alltaf, nei það er alltaf í lagi með þig sko og það var alltaf vombrið sem að fylgdi því sem var náttúrulega alltaf skrítið en einhverja síðan, maður var bara orðin mjög desperat að finna eitthvað það var eitthvað sem var ekki alveg að virka Var þetta ekki bara vottur og hinn og vottur og þessu, sko, ég manna útskýrta fyrir mig þegar ég hitti, þú komst í kaffi í daginn þá talar það væri vottur og hvítblæði, vottur og hinnu var ekki nógu mikið til að segja að það er þetta eða hitt Já, sko, eins og einn aðal ónæmi sérfræðingurinn á Landspítalanum útskýrði þetta fyrir mig, sko, hann sagði, sko, já, þú ert eiginlega, sko, þú ert með einkenni gigtar, en þú ert ekki með gikt. Þú ert með einkenni síþreytu, en það er ekki að segja að þú sért með síþreytu. Þú ert með einkenni, þú ert með stöðu kvefenginni, en ég get ekki sagt að þú sért með, sko, alltaf með kvef. Þú ert með einkenni bráðaofnæmis, en þú ert ekki með bráðaofnæmi. Þannig að ég var bara með einkenni af alls konar, en ég var ekki greindur með neitt. Ég var gigtveikur en ekki með gikt. Og maður bara svona, hvað þýðir það? Þannig að ég fekk bara einhver svona greiningu eða stöðu eða eitthvað, sem þetta hét bara eitthvað post-viral syndrom, bara eitthvað sem hafi gerst í kjölfar þess að hafa verið með vírus, en það var enginn sem að setja neitt nafn á þetta, og þannig að ég var bara svona dálítið í einhverju limbói,
vissi ekki hvar ég átt að vera og ég gat ekki unnið, ég reyndi það náttúrulega alveg eins og asni og þá kemur líka aftur að því, sem frumkvöld eða sem sjálfstæður atvinnurekandi, það var þetta bara mína könnu, það var enginn sem að sendi mig í veikindaleyfi, það var enginn sem það var enginn réttindi svona sem að tóku beint við fyrir að ég kallaði eftir þeim sjálfur og ég náttúrulega var mjög sett til að viðurkenna þetta fyrir sjálfur mér, hversu veikur ég var. En þannig að þú veist, það svo bara svona fer þetta að koma svona hægt og róla og eftir því oftar sem að ég enda á hvað hann sé á andlitinu, bara get ekki meira og þurfti bara raunverulega aðstoð að halda að hvert svoleiðis áfall má vel að segja að svona komist nærði að sætta mig við eða sjá það í sjálfum mér að það væri eitthvað sem ég ræði ekki við sjálfur, gæti ekki laga sjálfur. Þetta er rosalega merkilegt og í dag það ekki rétt með þú komið með hljómandi svo þurft að leiðilega þú komið með greiningu en ég mjög greindur ég veit þú mjög greindur en það ekki má vona við þekkjumst að vera góði vinnir en það hérna, já, þetta gerist á endanum ég endar og það svona líka þetta eru ekki að ég það kannski öllu spjallinu í hérna ykkur leiðenda veikindasögur en hérna ég fæ svona ykkur áverðingur á þessu í gegnum vin minn sem að svona jafningja sem að ég kynnist í gegnum sameiginlega vinkonu sem var bara takast á við það sama og hann hérna var vel tengdur svona inn í læknastéttina, pappans var læknir og konans var hjúkrunarfræðingur og hann var svona hafði gott aðgengi að sérfræðingunum fyrir svona og hérna og hann eiginlega gróf svona dálítið upp þetta með ME eða Akureyrarveikina, tengdi þetta við Akureyrarveikina sem að svo einmitt, núna fyrir örfáum árum síðan, árið 2004 þá var stofnað eitthvað sem heitir Akureyrarklíningin sem að er í rauninni svona rannsókn og setur fyrir MS sjúkdóminn á Íslandi og hérna hann eiginlega svona ég eiginlega dálítið fylgdi honum mér fannst þetta alltaf dálítið skrítið það er líka alls konar stigma og dót í kringu þennan sjúkdóm bara sögulega séð og hérna og einmitt hann er illa greinanlegur nema bara af einkennum og þannig að einmitt einn ónæmis sérfræðingurinn sem ég var á þessum tíma hann sagði það hjálpar ekki neitt að fá ME-greiningu hún er bara til þess að vera fyrir þér í þessu kerfi sko. Þannig að ég var ekki neginn alltaf að íta þessu frá mér en svo fekk ég á endanum bara hitti lækni sem að einmitt sjálf hefði tekist á við ME og hún sagði bara, horfði bara í augun á mér þú veist alveg að þú ert með ME eða ekki þá var það eiginlega bara og það er undarlega gott að heyra það þegar maður hérna Er það ekki bara ákveðin endapunktu þegar það er komið svona einhver lína? Já, það er bara ég held að burtséð frá því, ég meina, kona mín hún fær ADHD greiningu hérna komin á 50 aldur, sko, þú veist bara að upplifa léttin þegar maður fær greiningu þannig oft talaði um einhverjar hérna ofgreiningar út allt og allir séu að fá sjúkdómsgreiningar ég bara einhvern veginn, ég held að þessi bara fólk sem að hafi enga greiningar sem að tala svo leys það er rosalega léttir einhvern veginn að fá einhverju skýringu á það sem maður heldur eða telur sig að halda og eins og í mínu tilfelli ég var eiginlega viss sem að ég var með mig ég var búin að bara, þú veist, einhvern veginn að fá það svona einmitt í gegnum svennavinn minn og svona í gegnum það sem ég hafði bara leitað á internetinu og lesið mig til og rannsaka sjálfur Svona hálfgerð sjálfgreining Já, í rauninni, en bara, þú veist þegar maður fær það ekki viðurkennt og það er eiginlega sama sem að gerist með mygluna og eldu sko, þetta er svona eiginlega dálítið áður en að myglan kemst svona í einhvern hámæli hérna á Íslandi og það var bara hreinlega sussað á hana, þú veist, henni var bara bent á sálfræðing, sko, hérna stutta eftir að hún var komin hérna í 13. tíman og lækni að tala um einhver einkenni, sko og hérna, en þú veist, svo þegar við fundum mygluna, ég maður bara þú veist, hvað það var mikið léttir, þú veist, það bara, já, ok, við erum ekki geðveik. Nei, það sem hefur verið kannski óbúslega jákvæmt, svona sérstaklega kannski ef ég tala fyrir svona mína parta, náttúrulega þú hefur alveg verið virkur á samfélagsmiðlum og náttúrulega talandi náttúrulega það sem þú ert hönnuður. Þú sagði við mig fyrir mörgum árum að þetta, sko, við getum örgulega 1 morgun klukkutíma að ræða bara heilbrigðiskerfið í heild sinni. Og það er tvennt. Þú varst óbúslega duglegur að vinna því gegnum þetta svona allan út af við, byrja með verkefni sem hét ekki gefast upp eða hashtag eða millumerki ekki gefast upp, margar dásamlegar hannanir og þú veist þetta var, þegar þú byrstir þetta ekki vikulega. Það var ekki, þú veist, það var ekki fast hérna að forma á þessu, þetta verður náttúrulega til bara fyrir einhverju algjöra tilviljun.
ég fekk eitthvað að flugu höfu og skrifaði þarna eitthvað hugleiðingu undir þessu myllumerki og bjóð til eitthvað svona lítið skilti og síðan bara fekk þetta eitthvað svona viðbröð og maður svona, já, þetta kannski eitthvað og ég var á þeim tíma búin að vera í eitthvað smá tíma svona að skrifa, reyna að temja með það að skrifa eitthvað jákvætt á hverjum degi og ég hafði ég man ekki, hugleiðing dagsins eða eitthvað, bara reyna eitthvað að finna eitthvað svona bjart, eitthvað svona fallegt til þess að halda hausnum á svona réttir brödd og haldi einhvers konar rútínu. Já, ég meina það luta því og ég meina svo náttúrulega var ég ekki þannig að ég geti skrifa á hverjum degi endilega og þá fór maður einhvern veginn svona gera alltaf kannski meira í settum að skrifa kannski 2-3 hugleiðingar og svo var ég stofnaði hann einhvern Facebook-hóp sem að bara setti þið á tíma, þannig að bara fór alltaf reglulega út sko, og ég var ekki við. Við þekkjum það nú. Þannig að maður fann svona einhverja bara leiðir. Já, og svo náttúrulega, sá ég það daginn, þú ert búin að taka þetta verkefni núna og þá undir merkjum ME. Mjög gaman að fylgjast með því. En náttúrulega sko, ég held ég hef ekki klárað fyrirpúltin, en náttúrulega þú sagði við mig að það hafi verið svo skrítið í öllu þessu ferli. Frá upphafi þar til að það kemur einhvers konar niðurstaðan að gæsalappa við orðað svoleiðis að þú sem sjúklingur eða neytandi eða notandi af kerfinu hafir þurft að berja svo mikið á móti kerfinu með að þú ert kannski ekki í standi til þess. Já, ég held að það sé bara, sko, ef að sjúkdómar ekki vel skilgreindir. Ég hef oft tekið dæmi því að það var nú vinur minn á þessu tímabili, einhvern tímann þannig upp af þessa tímabil sem að fær krabbamein. Og þú veist, eins náttúrulega umlegt að segja það, sko, en ég öfundaði hann, sko. Það bara, því að hann gekk inn í eitthvað. Þú veist, það var bara eitthvað system, það var bara eitthvað ferli, það var eitthvað meðferðir og það var eitthvað bænt niðurstaða. Það var bara strúktúr. Eitthvað strúktúr, sko. En ég náttúrulega bjóð ekkert við neitt svoleiðis. Og svona, ég meina, í þessum sjúklingahópi sem ég nú í náttúrulega í einhverju svona, hvað maður kalla þetta, svona jafningja spjallhópum og svoleiðis. Ég meina, það tala bara allir þetta sama, sko. Það heilbrigðiskerfi virðist ekki vera byggt fyrir óheilbrigt fólk, sko. Þetta ætti eiginlega frekar að heita óheilbrigðiskerfi, sko. Já, ég held að það sé ekki rátt hjá þér. Það er bara kerfi virðist vera byggt fyrir þá sem eru heilbrigðir að geta bjargað sér inn að þess. En auðvitað veit maður að það er náttúrulega betur í þeim orðum. Þetta virkar rosalega vel fyrir það sem að eins og ég segi, eins og krabbameinssjúklingi sem að gengur inn í eitthvað og það er einhver svona föst skref, en svo þegar maður bætir við að kannski læknar samfélagið ekki einu sinni sammála hvaða sjúkdóm þú ert með, þá er það náttúrulega ekki á svona neitt gott. En kerfið er líka ekki bara heilbrigðiskerfið, því að það er líka stuðningskerfið. Já, það er alveg, þetta er sko ekki bara blammir að heilbrigðiskerfið, það eru aðrir stólpar sem spila inn í þetta verkefni líka. Og þá kemur til dæmis eins og þegar ég var sendur í virk, af því ég get ekki fengið sjúkra, eða nú man ég ekki einu sinni, allavega. Ég þurfti að fara í virk til þess að geta farið í örorkumat eða hvernig sem það var og í virk átti ég náttúrulega alls ekki heima vegna þess að ég var einfallega of veikur til þess að vera í virk, þannig að mjög fljótlega eftir ég fór í virk að þá fekk ég bara niðurstaða að endurhæfing væri fullreynd. Ég væri bara reynilega of veikur til þess að vera í endurhæfingu. Og svo þegar maður missir þá endurhæfingalífurinn sem að fylgdi verminn í virk, þá tekur ekkert við fyrir að maður fær örorkumat, en örorkumat getur náttúrulega tekið langan tíma og það er ekkert víst að þú fá neitt út úr örorkunni, þannig að maður er bara svona einhvern veginn á milli kerfa í einhverju limbói og það að hafa áhyggjur af peningum ofan á eitthvað svona, það er náttúrulega bara afleitstað og það er eiginlega bara fyrir þá sem eru einmitt annarkvort heilbrigðir eða velstæðir. Já, bara það, sko. Eða eiga gott öryggisnett sem að var kannski það sem að bjargaði mér. Og það er náttúrulega bara eins og við veitum báðir að leið að það er ekkert, sem maður segir slæmi íslensku, að ef það er ekkert cashflow, þá bara þyngist bara hugurinn enn meira. Já. En segðu mér raunar, sko frá því að þú hættir að vinna og til dagsins í dag, hvað sérðu öðruvísi í dag en áður? Ég er bara veldu hvað viltu tala, þú veist, það er kannski það sem ég er meira að hugsa, er eitthvað sem þú sér öðruvísi, eins og
margir segja þeir átt að sjá því bara eins og til dæmis eins og ég upplýsi nú bara eins og mína upplifun í gegnum lífið. Þegar maður hefur mist einhver nákomi sig hvort þessi ungur eða fullorðinn, þá breytist fókusin hjá manni svo mikið bara, fjölskyldan 1, 2 og 3, ekki vinna sem ég er búin að vera, eða allir minn orku í síðastlegin 5 ára eða 10 ára eða hvað er. Varð einhverju vendipunktur frá Unnari fyrir, 15 árum og Unnar dagsins í dag? Eða einhverju svona stóri pólar, hvernig þú horfir á lífið og umgengst samferðafólk þitt? Já, það er náttúrulega alveg gríðarleg breyting. Eitt af því sem samt hefur ekki breyst að við höfum að gera það sem að hjartað okkur þráir að gera. Við höfum að gera það sem okkur þykir skemmtilegt, fyrst og fremst. Og maður segir þetta náttúrulega í ykkur forréttindsstöðu að því að mér hefur alltaf tekist það. Það er ekkert allir í stöðu náttúrulega til þess og við þurfum að gera alls konar sem að ekki er skemmtilegt og ekki er alls konar. En hitt að við það að stíga út úr lífinu sínu bara. Ég er í 10 ár búin að vera að syrgja Unnar 2015 útgáfuna. Af því að hann gat alveg ótrúlegustu hluti. Hann átti alveg rosalega stóra drauma framtíðina og framhaldið. Sem að betri ég segi, hann var tekinn frá mér. Það var eyðilagt. En betri ég segi að ég hef aðeins nýtt líf sem er ekki verra, heldur bara öðruvísi. Og ég fengið að náttúrulega upplifa eitthvað sem að ég hefði aldrei fengið að gera. Sem hefur veitt mér víðsýni og samkennd. Sem að mér hefði líklega aldrei hlotnast öðruvísi. Og ég hef nú skrifað þetta nokkur orð að því að við bara þegar allt leikur í lindi, þá sjáum við ekki sársaukann í kringum okkur. Og við dæmum alveg stöðugt þá sem ekki geta gert eins og við, eða gera hlutin ekki nógu vel, eða hvernig sem að það er. Og þá ég við erum viðmiðið okkar og það er bara ekki gott viðmið. Segi ég. Alls ekki. Það er rosalega gott viðmið þegar að allt gengur upp, en ég held bara þegar upp er staðið og bara svo staðreynd að við búum í samfélagi, þar sem við þurfum að gera hlutina saman, alveg eins og í fótbolta. Við erum aldrei sterkari heldur en veikasti hlekkurinn í liðinu og ef að stjarnan vill alltaf bara skína í staðinn fyrir að hjálpa þeim veika til þess að verða betri, þá verður liðið aldrei gott. Og ég náttúrulega ég held að þessi element ég held að þessi element hafa nú alltaf búið í mér, en bara þetta náttúrulega hitt mann á okkur allt öðru skala heldur en maður hafði nokkuð tíman bara þetta var bara ekki þetta er rosalega mikil breyting. Alveg, margir segja ég skil þig eða eitthvað svoleiðis. Ég get alveg fullyrt að ég get sagt við þig, Unnar, ég heyri hvað þú segir, en það er engin leið til að skilja það sem þú ert að tala um nákvæmlega. Ég get reynt að setja mig í fótsporðin, en ég næ ekki að fylla upp við þau. Það er bara alveg svoleiðis og ég var mjög duglegur að skilja fólk og ég taldi mig alveg skilja fólk og ég geta sett mig í spor og bara þegar maður er allt í einu komin í þessa stöðu þá bara átta mig að sjá því að það er bara að kjafta því auðvitað einhver leiti og auðvitað þeir sem að leggja sig fram við það eru náttúrulega miklu betur
þú veist, til þess heldur en aðrir, en já, og mér langar að færa þetta til dæmis bara inn á, segjum bara samtalið mitt við Kristján, þú veist, þegar maður situr, maður bara, þú veist, og mann langar bara, þú veist, að hjarta þitt fá að sláa fyrir það sem að þú lifir fyrir, ekki það sem að mínar hugmyndur eitthvað. Og þú veist, þannig að maður, já, reynum að hjálpast að við að gera lífið betra saman. Þannig að þess að einu sér þá erum við bara alveg rosalega og lítil. Og jafnvel í velgengni okkar, sko. Það maður þekkir alveg dæmi þess. Að það þegar allt gengur í lindi og þú veist, þetta svona einhver ákveðin, svo maður, það má ekki, það engin alhæfing í þessu, það það ekki. Þú veist, ég veit að hljóma þannig. En við erum bara, við búum okkur til heim, þú veist, við erum alltaf í ein búblu. Og það ekki fyrir nú springur sem við áttum okkur að því. Og það oft svona, ég tekið dæma því við til dæmis, við hjónin tókum nokkur börn í fóstur, tímabundi fóstur og sem var alveg ótrúlega erfiðu tími, samanskapið alveg ótrúlega gefandi. En það sem að kannski, þar var til dæmis bara svona búbla sem að brast, að því að þá fekk maður einhvern veginn svona, ég oft svona lýst þess að þannig, það var eins og maður opnaði dyr inn í einhvern heim sem maður bara þekkti ekkert, nema af afspurn. Þess maður veit að alls konar fólki sem á í vandræðum og einhverjum börnum sem eru bleið og svo bara allt inni þegar maður fær að snerta á því af eigin raun, þú veist, hvað veldur, hver bakgrunnur, hver sagan, þú veist, hver hugsanleg ástæða sem að sjaldan þú veist, eitthvað sem við fáum að kynnast til hlítar heldur rétt skrödd sem yfirborðið, þá bara fær maður alveg nýjan vinkil á hlutina. Og við kannski vorkenum fólki, en þú veist, það svona meira einmitt svona úr forréttindastöðinni, þú veist, við erum alltaf að vorkena svona niður á við. En þú veist, þegar maður fær svona hlutdeild í reynslu fólks og sögu þess, þá eiginlega snýst þetta alltaf við, þá bara segir maður wow. Það já. Það magna að þú skulle vera hér miðað við þessar aðstæður. Algjörlega. Eða eitthvað slíkt. Og þetta sko eins og segir, leiðum maður kemst, ég veit ekki hvort það sé hægt að segja á sama plan. Það alltaf erfitt að finna orðin og ég meina það eitt af því sem eins og fyrir mig, því að ég eins og segir, ég meina ég hef verið svona opinskár með veikindin mín, það hefur verið tekið við með viðtal í sjónvarpi og útvarpi og blöðum og fleira, þannig að þú veist, það eru mjög margir sem og bara síðast í gær, þú veist, að hafði við mig samband maður sem að bara sem að ég hef ekki, ég þekkti fyrir 40 árum síðan, að því hann sá söguna mína og bara opnaði sig fyrir mér einhver erfiðleika sem að ganga á í hans lífi. Þannig að það að stíga fram og sína, hvað maður segja, veikleikana sína. Það finnur maður hvað eru margir sem að þurfa á því að halda. Af því að allt í samfélaginu okkar einhvern veginn akkurat omvendt. Við eigum að vera sterk, við eigum að vera dugleg, við eigum að gera allt rétt og þegar eitthvað byrjar að bresta það þá bara lokast það inni, það bara kapnar einhvern veginn og brýsa út jafnvel í veikindum eða þú veist, einhverjum hugakreðsum eða hvað það reiði eða vanmætti eða hvað, þú veist, og þetta bara svo mikil óþarfi, af því við erum búin að búa okkur til eitthvað svona sniðmátt fyrir lífi sem að ekki heilbrigt. Þessa glansmynd sem á ekki brotna. Já, og ég meina við tölum oft að, þú veist, samfélagsmiðlarnir sé að búa þetta til að því að það eru allir svo eðislega flottir og þessi enginn á sér myndir þar nema þá sem myndir að tenni eða fínt uppdressaðar á leiðina á þessu tíð eða hvað það sko. Og ég meina eflaust eitthvað sannleikur í því að það ekki til þess að hjálpa. En þetta hefur bara, þetta alveg í okkur samfélagi manna. Það vantar meira upp á mennskuna, vantar meira upp á að hlusta, að heyra hvað hjarta okkar segir. Algjörlega. En mér langar að spyrja það að lokum unnar áðurna við slíðum þessi bili. Aftur og jákaðunótnar, takk. Aftur og jákaðunótnar, ég lofa því.
Mér langar að spyrja, ef einhver kæmi til þín í dag með hugmynd og þú sægir sko neistan í augunum hvað viðkomandi trúið mikið á svo hugmynd, hvað myndir þú segja við þessa mannesku? Ég myndi náttúrulega segja láttu verða af því, það væri alveg klárt í mínum huga. Ég væri hins vegar kannski meira pragmatískur í dag heldur en ég var áður, ég myndi svona, og ég finn mig dálítið í því, svona bara, ég byrja svona dálítið að fara yfir þá hluti sem þú þarft að varast, sem ég náttúrulega gerði alls ekki til að byrja með. En þetta og að því þú segir, sko, ef einhver kemur með glampa í augunum, ég eiginlega líklegri til þess að spyrja það sem hefur engan glampa, sko, af því að þá segir ég að það vantar eitthvað þarna. Við þurfum að draga hann fram, við þurfum að finna hann, glampan. En ég meina, sko, nálgast þetta kannski þannig að í besta falli verður þetta eitthvað stórt og meiri áttar. Í versta falli verður þetta bara áfram frábært áhugamál. Niðurstaðan verður alltaf góð. Ef þú fer inn í þetta með því hugafæri að þetta sé ekki, þú veist, þetta sé ekki the $1 million idea, sko. Þetta sé ekki eitthvað sem að breyta öllu og verða eitthvað stórt. Og það var eitt af því sem maður líka lærði í þessu frumkvöla brölti. Að vöxtur bara ekki alltaf rétt að leiðin, sko. Það bara, það að hlutir verið stórir bara oft döðdómur fyrir það sem að hlutir þurfa að standa fyrir, eða verkefnin. Stundum bara gott að vera einyrki. Sumir eiga bara að vera einyrkjar. Sumir eru bara ekki rosalega góður í hópi. Sumir eru bara alveg rosalega miklir, þú veist, svona craftsmenn eða þú veist, svona handverksmenn sem að gera ákveðna hluti og þeir eiga kannski bara að fá að sinna nákvæmlega því og ekki öllu hinu sem að fylgir. Og þess vegna, finnum okkur hillu, finnum okkur hóp og það náttúrulega leiðilegt að segja það við alla introvertana sem eiga erfitt með að kynnast og svo leið. Og þá þarf kannski einhverja svona millilið eins og mig sem að geta leitt saman eitthvað ólíkt, eitthvað sem að, þú veist, ok, bara ég skal sjá samskiptin af því að það ekki allra þessi eða eitthvað, þú veist. Þannig að þetta er náttúrulega engin einleið. Ég myndi ekki geta sett eitthvað svona skablón, gerðu þetta, ég gerðu þetta. Þetta er mjög fljótandi og persónubundið, aðstæður okkar er svo ofboðslega ólíkar, geta okkar og kunnáta er svo ofboðslega ólík. Ef við ætlum að gera sömu kröfur á alla, þá munum við ekki ná miklum árangri. Eða þar að segja að við munum þá kannski ná miklum árangri með bara mjög litlum hópi ef við höfum svona púljur að velja það sem allir eru góðir. En ég meina, þú veist, nú aftur fótboltasamlíkingin sko, við bara höfum ekki lið til þess að vera með alla góða einstaklingana í 11 manna liði eða 16 manna hópi. Þannig að við þurfum alltaf að vera að vinna með styrkleika og veikleika og það sem mestu í rauninni skiptir í því að þeir sem eru bestir, þeir sem eru meðvitaðir þá sem eru versta vantar hjálp. Og ég meina, og það nú opna ég smá svona allt í nú dyr sem maður fór að hugsa, sko, þú veist, því að það getur verið mjög viðkvæmt mál. Hver er vestur, hver er bestur, þú veist, akkur eru alltaf að flokka þetta svona, af því að, þú veist, ég get verið ógeðslega góður í einu en bara ekki góður í öðru og við erum alltaf einhvern veginn að metast og búa til einhverja svona, af því að þetta er bara svona, þetta er svona eins og að spila á einhvert, risastórt hljómborð þar sem að allir hljómendir eru mikilvægir, sumir eru mikið notaðir, aðrir eru minna notaðir og sumir eru með mjög afmarkað hlutverk og aðrir eru bara algjör lykilþættir. Þannig að, gerum það sem að hjarta okkar teymir okkur til, leitum aðstöður ef við getum það ekki sjálf eða dreiftum okkur ekki til þess og fyrir alla hina sem hafa einmitt kannski þess eiginleika eins og ég, sem að ég hef oft sagt, sko, ég er ekki, þú veist, ég er góður í flestu en eiginlega ekki frábæri neinu. Nema kannski þessu sem er uppi staði kannski bara mjög, mjög mikilvægt. Algjörlega. En það er ekki verið að henda þetta eftir mér, sko. Nei. En Unnar, takk innilega fyrir komuna, takk fyrir að segja okkur söguna þína. Takk sem leiðis þér kaffið og setja hana í fallega eldhúsinu. Það er greinilegt að Unnar hefur farið margar leiðir í lífinu, reynt við ýmislegt og haft kjark til að fylgja þeim ákvörðum sem hann hefur tekið auk þess að standa andspænis þeim áskorunum
sem hann hefur mætt. Og hvað þá sérstaklega þegar lífið tekur óvænta beygju. Við þökkum Unnari kærlega fyrir samtalið, fyrir söguna sína og fyrir að gefa sér tíma með okkur á milli verka. Mjólkurhúsið er unnið í samstarfi við Austrufrétt sem viljum þakka fyrir stuðningin. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.